Heil og sæl. Þegar að eldri drengurinn minn var á 3. ári, þá bauði honum í bíó. Tók hann með mér á bíómyndina, ég held að það hafi verið teiknimyndin um hann Bangsímon. Hann var svona 2-3 ára gamall drengurinn og við vorum alltaf spennt mæðginn að fara að sjá þetta allt saman. Eftir þessa bíóferð þá var hann svo skelfingu lostinn að ég náði honum ekki aftur í kvikmyndahús fyrir hann var komin sennilega bara á 9. ár. Og ég fékk aldrei einu skýringu á þessu, hann var bara hræddur og hann bara vildi ekki fara í bíó. Síðan bara núna á dögunum átti ég samtal við viðmælanda minn í þættinum í dag og þar fekk ég örugglega bara skýringuna á því hvers vegna svo fór að drengurinn vildi ekki stíga inn í kvikmyndahús í öll þessi ár. Og það það sem við ætlum til dæmis að ræða í dag og svo margt fleira. Til mín komin Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, doktor í raddfræðum, talmeinafræðingur, kennari og bara svo margt. Vertu hjartanlega velkomin. Fyrrverandi bóndi líka. Fyrrverandi bóndi? Já, heyrðu. Það efni í annan þátt. Það hjartan. Það hjartan. Bara velkomin og ég veit að þú ert náttúrulega þú ert gríðarlegur reynslubolti á þessu sviði og kannski hefur hvað mesta reynslu af því bara... Get ekki hætt. Þú getur ekki hætt. Nei. Og svona eina af þeir fyrstu sem fórst í þetta nám, talmeinafræði. Segðu mér aðeins hvað var til? Ég veit að það alltaf saga á bakviða og mikilvæg saga sem ég held að væri mjög áhugavert fyrir áhorfendur að heyra. Fyrsta lagi ætlaði ég aldrei verða kennari. Nei. Bara aðstæðurnar höguðu í þannig að ég vissi það náttúrulega ég þyrfti að fá eitthvað atvinnupróf og við hjóni voru þá að flytja norður og fljótsoðnasta menntun sem ég gat náði í var kennaramenntun sem þá tók bara 1 ár. Það var merkilegt að við erum alveg eins góði kennarar eins og þeir sem eru með lengri menntun en fætt fara út í þá sána meira. En að þarna sem sé tek ég þetta ár og kem hingað sem kennari norður. Og ég byrja að kenna í Oddeyrarskólanum og það var bara gleymdist að segja mig það að það var eiginlega örlög kvenna sem var að byrja að vinna í Oddeyrarskólu að þeir yrðu ófrískar á fyrsta vetri. Já, það var bara smitandi. Já, það virtist vera það bara svona... Heilt yfir. Já, einhvers konar örlega hringur. Nema ég varð það. Já. Og síðan eignast ég dóttur mína árið 69 og það ég sem fer með heilbrigt barn samkvæmt, hvað getum við sagt, spítalanum heim. En það ég hins vegar sem uppgötva það þegar hún 9 mánaða gömul að hún heyrnarlaus og þá fædd heyrnarlaus. En það það sem það versta við heyrnarleysi eitt á vondu allavega. Það það að þetta ósýnileg fötlun. Og fólk áttar sig ekkert á því í raun og veru hvað þetta slæm fötlun vegna þess að þú hvorki heyri til sjálfstíðins né annara eða önnur hljóð. En þannig að eiga barn sem að þú í raun og veru kannt ekki mál þess sem táknmálið og sem hefur ekki forsendur til þess að heyra til þín að það mjög sárt að geta ekki átt í eðlum tjáskiptum við sitt barn. Bara rétt ímyndum þetta bara svona eins og landamæri sem liggja þarna á milli. Nema að við vorum þarna flutt hingað norður frá Reykjavík og vorum svo sem ekki tilbúin til þess að flytja aftur suður en það voru ansi grimm skólalög þá í gangi þannig að þér bar að senda barni, það var skólaskylt eða var fallað. Í þessu tilfelli hefði ég þurft að senda hana önnu 4 ára gamla án málskilnings og án máls í Heyrnleysingjaskólann. Og hann var í Reykjavík? Og hann í Reykjavík. Og já. Já. Og það bara kom ekki til greina. Þannig að þá byrjar svona örlagavefurinn svolítið að spinna sig og ég ákvað það skildi aldrei verða því að þetta sálamorð á svona ungu barni að senda það í burt frá öllu því sem það þekkti án skýringa, án skilnings. Þetta var bara gert.
Þannig að við fræðingarnir getum nú stundu verið ansi heimskir. Nema að ég ákvað það og við hjónin ákvaðum það að mæta þessu þannig að ég myndi bara ná mér í þá menntun sem að til þyrfti. Og það þýddi það að verða heyrnleysingjakennari, en hins vegar að þá vil ég segja það sjálf að mér finnst ég bera þann titil með hálfgerðri skömm vegna þess að þú getur ekki kennt heyrnarlausu barni öðruvísi en að hafa vald á táknmáli. Það er bara ekki hægt. Og það var ekki... Þú getur ekki... Og það var ekki inn í þessu námi eða hvað? Nei, sko, skilningsleysið er það mikið að það átti bara að lesa vörun. Og nú ætla ég að segja við því 2 orð og ég ætla að biðja að segja mig hvað ég er að segja. Hvað sagði ég? Eða var ég að segja, ég vildi eitthvað? Ég hefði haldið af því þú varst búin að segja nafni Anna, að þú verður að segja Anna. Já, en ég sagði hins vegar Kanna. Já, ok. Anna. Já. Þannig að þú getur ímyndað alla þar hindranir sem eru í að vilja þessa vörum fyrir utan það að viðmælandi er ekkert að snúa sér að þér. Hann er á fullur hrað og svo framvegis. En má ég þá spyrja þig einu, var táknmál ekki þekkt hérna á Íslandi þá? Sko, táknmál var svona bendingar. Það er bara örfá ár síðan að farið var að rannsaka táknmál og þá kemur það náttúrulega í ljós skiljanlega að það lítur sömu lögmálum eins og talmál að vera með málfræði og vera með byggingastruktúr. Þannig að 1969 kunni fólk ekki táknmáli hérna? Nei. Okay. Og var bara alls ekki alltaf til þess að börnunum er í kennt á öðru en talmáli. Sem getur ímyndað hvað þau hafa náð mikill í menntun. En er það svona svartu blettur finnst mér. Og sögu okkar. Já, mér finnst það, vegna þess að þarna vorum við með velgefna krakkar sem hefðu geta farið í gegnum hvaða skóla sem var en tæki til þess að koma að þeim, þar að segja að tala við þau á máli sem að þau skildu sem táknmál var ekki fyrir hendi. En ég ætlaði mér sem sagt að kenna barninu mínu sjálf og fá að halda henni hérna heima og hérna gerði það. Kenndi henni að lesa, reikna og skrifa því hún er eldklár þessi stelpa, kona, hún er miðjan aldur, ég gleymi alltaf hvað ég er honum gömul. Nema að þegar hún fældist með hana svona með mér í kerfinu, ég var með sérdeildir og talkennari út í skólunum, fældist með hana með mér, sett hana 1 ár til yndislegrar konu sem ég treysti fyrir henni í almenna bekk. Og þá lærði ég dálítið merkilegt, ég lærði það að hún varð eiginlega svona, það þurfti allir að vera svo góði við hana. Og ég þoli það ekki, ég vil að þessi börn séu jafningjar. Já, þú gerði sömu kröfur. Vorkunnsemi þá. Við skulum bara hætta að reyna að pakka þessu inn í rauðan pappír og segja bara vorkunnsemi, nákvæmlega. En allavega hún fekk þar ákveðna reynslu. En þegar ég einhvern tímann í Lundaskóla og lít út á leikvöllin, þá sé ég þessa glaðlegu stelpu mína fulla af fjöri, hún stendur þar ein uppi vegg. Og þá hugsaði ég, ok, Valdís, það getur vel verið kennt henni að lesa, reikna og skrifa og hjálpa henni gegnum hvaða skóla sem er, en þú býrð ekki til félaga fyrir hana. Og það er þetta sem við þurfum að athuga svolítið í sambandi við þurfum að blanda, að við erum alltaf að sækja í jafningja. Og við þurfum á því að halda. Við verðum á jafningjunum að halda. Já. Þannig þá var komin þarna ákveðin vatnaskil að senda hana suður og þá var hún líka tilbúin til þess. Hafði þá þann skilning að átta sig á því og leið vel að allt í einu þá eins og hún segið seinna, sko þá fann ég að núna gat ég talað við fólk og fólk gat talað við mig. Það er að segja þá var hún komin í jafningjahópinn og þá var táknmálið. Já. Sem hún bara lærði það. Þetta var hún 4 ára fyrst, það er alltaf hræðilegt. Hún er 4 ára fyrst og bara láta sér detta það í hug að taka svona ung börn að heiman, slíta þau úr tengslum við allt sem þau þekkja. Það finnst mér bara grimmt. Og hvað voru þá gömul þegar hún fór svo suður? Hún er þá 9 ára, hún er á 10. ári þegar hún fer. Þannig hún er tilbúin. Ég setti alls konar skilyrði upp. Og síðan er í raun og veru þeim kapítula lokið þannig séð í mínu lífi, það eru bara aðri teknir yfir. Og þá vinn ég sem talkennari hérna út í skólunum.
og þetta rosalega skemmtilegt starf, þannig ég óskaplega fegin því að ég álpaðist í kennaranámi sem ég ætlaði aldrei ekki að ræða það. Og svo bara kemur að því að ég fór svolítið leið á svona eðum og eðum og þessum talmeina já, bara þessum talmeinum skulum við segja, þessum göllum sem þarf að laga og ég fer einhvern veginn að hugsa svolítið rödd kennara. Já. Og til að gera langa sögu stutta að þá vendi ég mínu kvæði í kross og fer í fjarnám við deild Strathclyde heitir hann, háskóli í Glasgow og verð þar fyrsti masterinn í raddmeinum, þannig að þetta mjög ungt starf sem ég í. Þú sér að ég eina sem menntuð svona af okkur talmeinafræðingunum á Íslandi. Á Íslandi, já. Þá ertu bara einu doktor í raddfræðum. Já, og master eða hvað sem sko. Og það er það sama með eiginlega hinn Norðurlöndi, það eru Finnarnir sem eru með nokkra, Svíarnir eru með nokkra. Já. Og við eigum lækna sem eru kallaðir á fagmáli phonitricians og það er ekkert allir læknar sem vita hvað er phonitricians. Það er, við áttum eitt slíkan en því miður þá dó hún þessi elska 50. Það er sem sagt læknar sem eru menntaðir í raddmeinum. Því þetta er bara banki út af fyrir sig. Og þú segir mér að þetta sé lýðheilsu Ég vil meina það. Raddbeiting og bara... Þetta er bara atvinnutæki. Þú ert að leigja atvinnutækið þitt út og án nokkura tryggingar. Og þú ert að skoða skólana varðandi þetta og aðstæður barna þar. Já, það kemur að sjálfu sér. Ég er náttúrulega kennar í grunninn og aðstæða barna í skólum. Nú ætla ég bara að spyrja þig, treystir þú þér til að skrifa háalvarlega predikun í skólaumhverfi, inn í háværi skólastofu? Myndir þú treysta þetta þess? Nei, ég hef komið inn í slíka stofu og bara á venjulegum degi og ég eiginlega myndi ekki eftir, myndi ekki hvað ég hét þar inni. Þannig að þarna erum við ætlasins að börn geti það sem við getum ekki sjálf og við meiri sér búin til vinnuvendarreglur utanum okkur að hávaði má ekki vera nema þetta til þess að við getum haldið einbeitingu og verið með samtal í gangi. En við ætlumst þess að börnin geti lært í þessum hávaða. Og það finnst mér skjóta ansi skökku við vegna þess að við, þessi fullorðnu, höfum þó taka á málinu. Það hafa þessi börn ekki. Við tala leikskóla til dæmis, það sem er að lækka aldurinn í eins árs. Ég er persónulega mjög móti þessu. Þarna er allt máltöku skeiðið í hávaða og það er eitt orð sem ég vil bara koma inn í vitunduna, bara inn í orðabók og það er raddmenning. Svo ég sagði við þig áðan að ég kennar og ég hef lesið náttúrulega bækur þroska barna og svo framvegis. Ég man ekki til þess að ég hef lesið nokkra einustu bók þar sem talaði að öskur sé gott fyrir þroska barna. Það styrki þroska barna. Sko, þú öskrar, það þér eðlilegt en undir ákveðnum kringumstæðum. Reiður, hræddur, nákvæmlega. En að öskra bara til að öskra og til þess að láta bara það sem þú ert að segja berast. Nei, bara öskur, bara gól. Ekki einu sinni það sé verið að öskra orð. Heldur þetta bara gól og öskur út í bláinn. En hvað þarf að gera í til dæmis skóla? Nú er verið að, nú eru 9 skólar til dæmis með þessu opnu rými, þannig nú eru enn fleiri krakkar og þar með verður ennþá meiri hávaði. Það þarf að koma í fyrsta lagi og ég vil byrja þar á leikskólum, raddmenningu inn. Að börn átti sjá hvað er rödd og hvernig við eigum að beita henni. Það er til dæmis í tísku að tala innirödd, en ég efast að börn viti hvað er átt við með því. Við hérna í gamla daga sögðum hafðu bara að læra, talaði ekki svona hátt. En þau þurfa að skilja það að þau geta bæði eyðilagt í sér raddböndin, plús það að þetta er óþægilegt fyrir þau sjálf og aðra. Og þetta er ómenning sem þarf að taka, bara í gegn. Og þetta, ef það byrjaði á leikskólanum, þá er ég vonast til þess að þessi bætta raddmenning skili sér áfram upp í skólana. Það er hins vegar að sýna sig á rannsóknum að opna skólakerfið er ekki að gera sig.
skiljanlega. Þetta eru of margir Það einstaklingar allt of margir og þegar ég spyr kennara, til dæmis það nýliðið núna rannsókn hérna á Akureyri sem á eftir að birtast og þar kemur í ljós að 90% kennara kvartar undan of miklum hávaða frá börnunum sjálfum. Þannig að það fyrst og fremst hávaði frá lifandi verum sem við erum að tala Ekki hvort það einhverja plötur á veggjum eða tepp á gólfum eða eitthvað sem að dempar húsgögnin, heldur það raddmenningin sem þarna á sér stað. Plús það hvernig við umgöngumst hluti, hvort að við erum að skella þessu eða leggja þetta betur frá okkur. Það þarf að kenna sem sagt bara betri hegðum hvað þetta snertir. Þá náum við strax hávaðanu niður, en það breytir því ekki að mannsröddin hún miklu veikari heldur en fólk heldur. Það heyrir ágætlega í sjálfu sér og það gerir því eiginlega skóna aðrir heyri eins vel. Þannig að þú áttu við til dæmis þegar kennarar eru að kenna, þá finnst þeim heyrast vel í þeim sjálfum. Nákvæmlega, og það gerir það. En það heyrist kannski ekki yfir allan bekkin. Eins og þessi rannsókn sem að mér finnst alltaf jafn áhugaverð, sem var gerð á stóru þýði, það að segja, það voru margir sem tóku þátt í þessu og þetta voru 5-7 ára börn, til að vita hvað þau heyrðu sér til gagns í ákveðinni fjalla frá kennara og kringumstæðurnar voru nokkuð góðar. Það var ekki opinn skóli. Og þá kemur það í ljós að þeir sem voru næstir, þeir heyrðu 90% rétt, það sem kennarinn sagði. Þetta var dottið niður í 36% í afturstu röð sem svona cirka 7 metrar. Þannig það segir sér sjálft að þarna við að tala fjarlægð líka, en það sem að fara með þetta í skólastofum, það þessi hávaði. En það ekki líka þannig, Valdís, þegar til dæmis, tekið bara sjálf þessi dæmi, ég var að tala yfir hópa af fermingabörnum og ég færi að tala svona, alveg. Hefur það þá ekki líka þau áhrif á börnin, að ég þekki bara sjálf að þegar einhver byrjar að tala svona, þá verði svo pirruð að þau fara að vera óróleg og jafnvel að þá fara þau að hafa meiri áhuga. Þannig að þetta fer alltaf að verða Þetta verður vítarhingur, já. Og það óþægilegt að hlusta á yfirspennta rödd. Það bara mjög óþægilegt, skal ég segja þér. Og þá verður maður sjálfur spenntur og þá getur verið að maður fara að verða svona tensaður og einhvern veginn víraður. Já, verða slæmt samspil á milli hlustandans og þess sem að tala. Og þetta fyrir þekkingarleysi. Ég veit til dæmis að hvorki hérna í kennaradeildinni eða í þinni deild, og þetta fólk sem að ráða sig út í raddkrefjandi störf, með röddina sína að veði, það fær enga fræðslu það líffræði, eða það eðli sem að þetta hljóð byggist á, sem rödd. Og eitt sem ég spurði þið hérna á undan allt í einu sem bara hvarflaði að mér í allri þessari umræðu okkar, þetta með að því það svo margir sem þjást af vöðvabólgu í hálsi og öxlum hana. Nákvæmlega. Getur það ekki verið líka vegna þess að, og þetta ekki óalgengt hjá þessum stéttum sem þurfa að nota mikið röddina og beitinni mikið? Þau spenna sig og leið spennaðu vöðvakerfið, leið hreyfi frelsi raddbandana sett í uppnám. Þetta bara vöðvar? Já, að sjálfsögðu. Ég meina, hljóð bilar ekki. Þú fer ekki með bílinn í ríkjær að því hljóðið sé bilað. En hljóðið að segja þér það eitthvað að vélinni. Þar kemur mitt starf. Mitt starf að losa þessa vöðvabólgu. Ég á þennan hluta, hitt eiga sjúkraþjálfararnir, skilurðu. Þetta bara frátekið fyrir mig. Þú sjúkraþjálfari radd? Nákvæmlega. Og það ekkert 1 eða 2 vöðvar, þetta eru tugir vöðvar sem þarna vinna saman og ef þið fá ekki frelsi til þess að þá endar það með því að raddbanda hreyfingin, hún kemst í uppnám og það raddböndin sem verða alltaf fórnarlömbin en ekki orsökin. Þeir eru misbeitingar að ræða. En þegar ég var nú að tala hérna upphafi, svo að fólk haldi ekki að ég hef bara verið í ruglinu hérna upphafi þegar ég fór að tala hérna bíóferðina. Þetta átt að vera í öðru þætti. Þegar við töluðum saman í síma daginn og þú fórst að tala það að þú væri farin að skoða kvikmyndahúsin og háan þar og eitthvað svona, þá allt í einu laust þessu niður í höfuð á mér, þessari minningu af þessu með drenginn minn, sem ég fekk aldrei henni skýringu á. Og þú hefur hana kannski. Ég tel mig hafa eitthvað sem geti líkst í allavega. Af því hann var að horfa á Bangsímon, það verður engin hræddur á Bangsímon, sko. Sko, þegar ég fann að skoða hávaða umhverfi barna í skóla og hvað allast til af þeim þar, að þau vinni verk sem við treystum okkur ekki til undir þessum kringumstæðum, þá fór ég að hugsa meira, ég fór að hugsa hávaðan í bíóum. Og þegar maður spyr fullorðið fólk, hefur þú farið í bíó? Nei,
akkur ekki? Þetta er svo mikil hávaði. Og ég segi, býtu við erum að senda börnin okkar inn í þetta. Og það sem er svo að mínu viti röng aðferðafræði höfð við mælingar í bíóum að þá tekið meðaltal og toppar og það með erilshávaði sem er hávaði sem við þetta lifandi fólk sköpum, ekki þessi stöðuhávaði sem til dæmis frá vélum, að þú færð ekkert að viti út úr einhverju meðaltalsmælingu, það jafn mikið viti því eins og standa með aðra löppina í köldu vatni og hinn í heitu og segja þetta er volt. Þannig að það fer auðvitað innan eðlilega marka vegna sem við getum, ég sé það, ég á sjálf keypti mér mjög vandaðan hávaðamælir sem ég fer með í bíó til þess að taka þetta og ég sé þetta fer innan eðlilega marka en ég líka sjá mælirinn fara upp í rautt. Það eru topparnir og þegar ég, sko nú er ég eiginlega búin að gefast upp á að fara í bíó, búin að fá aðra yngri vegna þess að ég fór þannig út úr bíónum að ég var eiginlega með áfallastreitu röskun því að ég var með hjartslátt, öndunartruflanir og yfirmáta þreytu. Og að því við erum alltaf að tala um streitu, ég hef mikið áhuga manneskju það og hef nú fengið fólk hérna í þáttuntíminn til að ræða streituvalda og hvernig við getum tekist á við streitu, þá held ég að þarna séum við komin að einu þætti sem við hefum ekki alveg velt, áttað okkur á. Og þá er ekki bara kvikmyndahús, því þá geta einhverju sagt ég fer nú aldrei í bíó, en við förum á veitingahús og við förum inn í verslanir og það er sama þar. Oft situm maður á veitingahúsum og borða góðan mat en maður nýtur þess ekki að því það er svo rosalega hávær tónlist. Þetta er náttúrulega streituvaldur í umhverfi okkar. Við erum búin að búa til einhvern veginn umhverfi sem mann næri sig á hávaða. Og ég held að sko með því að taka ekki á þessum hávaða bara strax í leikskóla og kenna hávaða og hvað hávaði er og hvað hann getur valdið þér að þá endar það með því að þetta vefur svona utan á sig og verður sko víðar og víðar sem er svona einhver hljóð. Við kunnum ekki verið í þögn. Og það er mjög slæmt. Ég get fundið það stundum sko þegar fólk, eða þegar maður er í miklum hávaða og þegar fólk talar óþarflega hátt nálægt manni, að þá fer eitthvað af stað, þegar ég bara tala fyrir sjálfa mig, fer af stað eitthvað inn í mér, ég finn fyrir svona pirringi og ég finn fyrir svona, þú veist, einhvern veginn sko, maður verður órálegur sko, og svo aftur þegar maður er með fólki sem að beitir röddinni einhvern veginn fallega og það bara er, sko, og maður upplifir það bara hvíli í sjálfum sér en það er alveg að, sko, koma samt öll á framfæri sem þarf að koma á framfæri þó það sé ekki hækka róminn. Það er svo skrítið, þetta hefur rosalega misjafn áhrif á mann, sko. Sko það er ákveðið fólk sem ég get ekki hlusta á vegna þess að ég þoli ekki raddblaginn. Það er alveg sama hvað það er að segja, hversu gáfulegt það er að segja, hvað gáfulegt það er að segja, að ég er bara að láta röddina fara í pyrrutunum, ég ræði ekki við, þetta er alveg rétt. Og það var rannsókn gerð fyrir mörgum árum síðan á nemendum og kennurum í sambandi við hvernig nemendur þoldu kennarana sína og þá kom þetta í ljós að þeim fannst þeir kennara vera leiðilegir sem þeir þoldu ekki röddina hjá. Þannig þetta hangir saman. Sem er ótrúlega sorglega, þetta er eitthvað sem hægt er að laga. Er það ekki? Það er þetta að laga þetta? Jú, með því náttúrulega, eins og ég er að segja, það er hvergi fræðsla, fólk veit ekkert rödd. Það segir bara, já, hvað, ég er bara alltaf að tala svona. Og það er að koma til mín til þess að læra að tala, það er ekki að koma til mín til að læra að tala, það er að koma til mín til þess að losa þá spennu sem er búið að setja röddina þess í uppnám. Og við eigum að nota mikrofóna þegar við erum að tala. Skilyrðislaust, sko, doktorsritgerðin mín var notkun mikrofóns, eða hátalarkerfi skulum við heldur segja, í venjulegri kennslustofu og þá kemur það í ljós að bæði náttúrulega hugnaðist kennum þetta miklu betur, þau töluðu meira á með sínum eðlilega raddblæ skulum við segja og af því það er náttúrulögmál, ef þú heyrir vel til sjálfstíðins þá stillur röddin þín eftir því. Þess vegna er það þegar þú ert komin í hávaða að þá fer það að spenna þig upp og eftir sem þú heyrir vel til sjálfstíðins að þess verður raddblærinn, þess hærra verður hann uppspenntur. En það sem kom merkilt út úr þessu það var það að ég spurði börnin
Og ég spurði þessi yngstu, af því ég treysti þeim ekki til þess að taka einhvern spurningaeyðublað og lesa spurningarnar. Já. Ég spurði þeim, hvernig fannst þér þegar kennarinn var að nota þetta? Ég má náttúrulega ekki vera á leiðandi. Nei. Og þá sögðu þeir á nútíma íslensku, vel. Þess að ég kynni þið fyrir 10 orði, það heiti vel. Já. Og ég sagði, af hverju? Að því ég heyri miklu betur. Já. Það voru 90% af börnunum sem sögðu þetta. Já. Og svo gæti ég ekki staðist freistinguna að setja í doktorsritgerðina svona athugasemd sem kom frá nokkrum þeirnum. Annars hefði ég ekki sagt það. Það voru nógu mörg til þess að það var hægt að standa á þessu. Þau sögðu, hún er ekki eins reið. Þótt einhver mikið? Ha? Er ég ekki reið núna? Ég er ekkert reið, ég er bara að beina röddinu upp á við. Ha? Þetta er bara hundleið. Já, góðan daginn. Hafðu það. Þannig það hefur rosalega mikið, þetta er alveg eins og með músík. Já. Við gleymum því alltaf að músík og tal er náskylt. Já. Það sem er laglína í músík er raddblær í tali. Og það er það sem við þurfum að kunna beita til þess að ná athyglinni. Þetta er frábær lokaorð. Þú ert eiginlega bara búin að flytja hérna fyrirlestur, en samt sko í samtali sem að er oft einhvern veginn enn áheyrilegra og skemmtilegra. Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, ég held að ég sé komin í sko bara baráttuna með þér. Vegna þess að hérna þú ert algjörlega búin að opna augum mína því ég hef mikinn áhuga sem er streituna og náttúrulega því röddin er mitt verkfæri í vinnu, mitt aðalverkfæri og bara vinnutæki. Takk fyrir að benda okkur á þetta og takk fyrir að þreytast ekki í þessari baráttu eða haldinni áfram þó þú sért nú komin 70. Rúmlega. Rúmlega. Ég sný alltaf tölunum við það því ég held alltaf þessi 37. Já. Þangað skorkur og segja mig hvað ég er. En mér langar aðeins, ég veit útbúin að kveðja og allt það, til þess að segja þér að núna er ég hætt að mæla hávaðana því hann fer alltaf innan eðlilegra marka í bíónum. Nú er ég farin að spurja börnin og þá kemur nokkuð ógulegt fram. Þau segist grípa fyrir eyrun, þau segist vera hrædd eða þeim bregður og þau segist fá hausverk. Allt og mörg og þetta sem ég er að kanna núna, þetta er það sem ég ætla að kanna betur. En þá þarf ég að fá bara börn í bíó og ég fæ það, svona smá hópa sem eru svona 9-10 ára sem eru komið með alveg hugsun en því miður þá er þetta svarið og ég sé strax að þetta eru 70, 80, 90% þeirra sem svara svona. Að grípa fyrir eyrun, verða hrædd og fá höfuðverk. Þarna eru hættumörkin. Ekki talan sem er birt út úr hávaðamæðinu. Við erum að taka mark líka á lifandi manneskju. Það er þarna sem við erum að hafa þetta. Takk fyrir þetta og bara takk fyrir samfylgdina í dag. Gott fólk. Við sjáumst aftur í næstu viku og farið vel með ykkur. Bless.